Komið þið sæl og verið hjartalega velkomin að Rauða borðinu í vikuskemmtun. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðir gestir sem endranær. Þetta nú bara samt svona eins og oft í beinum útsendingum að það ekki allir sestir við borðið. En hérna eru Atli Bollason, listamaður og Helga Þórey, kennari og menningarfræðingur. Verið velkomin. Takk fyrir. Væntanlegar eru þær Steinunn Gunnlaugsdóttir og Dagbjört Hákonardóttir, alþingiskona. En hún föst í málþófi eins og staðan núna vegna bókunar 35, eitthvað sem við munum örugglega fara aðeins hér í. Eitthvað sem ég algjör sérfræðingur. En ég kannski byrja bara á þér, Atli. Þú varst með viðburð í gær. Já, það passar. Við vorum hérna með útgáfutónleika í Iðnó. Þetta var svolítið gott konsept. Ég þetta í svona verkefni sem heitir Unfiled. Það ég og Guðmundur Úlfarsson. Og við gáum út plötu fyrir svona rúmum mánuði síðan og við eigum ekkert gríðarlega stóran aðdáendahóp. Þannig að en okkur langaði samt að gera eitthvað flott og Pan Tórarensen sem hérna með Space Odyssey verslunin á Bergstaðastræti og Extreme Chill hátíðina. Hann fekk þessa góðu hugmynd að smala bara saman nokkrum svona hljómsveitum og listamönnum sem hafa verið að gefa út plötur på síðkastið. Þannig að þetta voru fjórfaldir útgáfutónleikar. Það voru sett við Pan sjálfur, Hekla sem fremsti þereminleikari landsins og svo hérna Jóhannes Pálmason sem var að gefa út plötu og hafa með litla hljómsveit. Þannig að já, við bara svona fengum öll að spila okkar sett. Hekla þetta veiktist því miður á síðustu stundu, þannig datt út. Þannig að þetta var mjög gaman, bara hefnaðist mjög vel. Frábært. Þetta hljómar eins og partí. Einhvern veginn misti ég af þessu. Ég held að þetta væri kvöld. Já, það er svona. En það er svona, maður getur ekki mætt á allt. Nei. Steinunn Gunnlaugsdóttir, velkomin. Takk. Fórst þú í partí í gær? Nei. Nei, þú mist það eins og ég. Hérna, já, það svo sem alveg nú að taka af að margt í gangi í þessari viku. Var eitthvað svona sérstakt sem að stóð upp úr að eitthvað mati? Útskriftir. Útskriftir? Já. Við vorum að útskrifa árgang hérna í skólanum hjá mér í MS síðasta laugardag. Svo var bara minn eigin sonur að klára hérna skilduna, grunnskólan í gær. Þannig að það mjög mikið svona útskrift og hérna kveðjustundir og eitthvað svona búið að vera í gangi hjá mér. Já. Bæði að kveðja nemendur og bara við að kveðja hagaskóla. En ég er búin að komast að því, það er best að vera kennari á útskriftum. Þetta okkar partí. Ég bara vissi það aldrei ég held þetta væri fyrir nemendur, en það ekki þannig. Af því að kennarar, við þekkjum alla krakkana og þetta bara geð gaman og maður bara, þessi og ég man nú þegar þessi kom fyrst og maður með svo mikla sögu á alla krakkana sem útskrifast. Þannig að hérna, ég mæli með, þetta er besta staðan. Ég hafði ekki oft farið í útskriftir og það finnst bara geð leiðilegt. Og ég man að mér hundleittist þegar ég var sjálf stúdent og var bara alveg að farast. En núna var ég bara, alveg, bara barma full af stolti og bara tár og kvarmi og maður einhvern veginn alveg, þetta rosa upplifun. Þetta í fyrsta sinn sem þú útskrifar, eða ertu bara nýbyrjuð að kenna? Já, ég bara tiltölulega nýbyrjuð að kenna, eða svona á fullu. Einmitt. Þannig að hérna, og fyrsta útskriftin sem ég mæti á. Þannig að þetta var, og líka þetta fyrsti árgangurinn sem ég hef kynnst á hverju ári, frá því þau byrjuð. Þannig að maður búin að sjá, suma stækkum 20 cm og bara þau þroskast og breytast svo mikið á þessum árum. Þannig að hérna, það alveg geggjað að vera kennari og útskrifa. En kannski, einmitt, það hefur aðeins verið talað um fordóma og það er oft talað um krakka og nemendur í þessu samhengi. Ungi drengir séu svona í auknum mæli farnir að líta til einhverja svona, svona incel ráðgjafa innan gæsalappa á internetinu og farnir að apa upp svona, jafnvel hatursáróður þar eftir. Verður eitthvað vör við þetta í þínu starfi? Auðvitað verður við bara vör við allt sem í gangi í samfélaginu og skólinn náttúrulega bara svolítið endurspegla samfélagið eins og það og það sem krakkar læra á internetinu núna læriðu þau sem foreldrum sínum áður. Þannig að hérna, áhrifin hafa kannski svolítið krossast og breyst. Af því að núna miklu algengara líka að krakkar séu bara nei mamma pabbi, þið eru algjörlega rasistar, ég vil ekki verið svo þið. Þannig þegar þetta var kannski meira svona, gekk kannski meira í hefðir. Mér finnst þetta því að umræðan einhvern veginn krakkar þetta og einhvern veginn svona smá bölsýni. Mér finnst, ég rosa bjartsýn, mér finnst framtíðin verið rosa björt og finnst það vera æðislegir krakkar og þau eftir að gera góða hluti og mér finnst þau ekki skorta samkennd og ekkert af þessu sem sagt þau, en það kannski frekar að
bara fullorðna fólki kannski þá skortir samkennd eða samfélagið okkar, en það er líka náttúrulega bara svo mikil áhersla á einstaklingshyggju í námi almennt sem að kannski, þú veist, bara gerir krökkum ekki alltaf kleift eða bara okkur öll að við erum bara ekki sett í við erum bara ekki, fáum ekki þess að þjálfun að setja okkur í spor annara. En svo líka bara eru þau ung og þau eru bara það eru bara ennþá tengingar í gangi í heilanum. Þetta er ekki, þú veist, þau eru að útskrifast ári yngri en þau gerðu. Ég myndi alveg, það er alveg til ágætis rök fyrir því að þau séu ári lengur í framhaldsskóla. Bara til þess að vera í þessu næði sem skólinn skapar svo að þau geti svolítið svona fengið að því þú veist, það er með, maður sér í lok 3. árs sem að þau eru svona virkilega að koma til bara svona sem ungar manneskjur og svona fá aðeins að spreita sig einhvern veginn á flóknari og stærri hugmyndum og við getum viðra miklu flóknari bókmenntir við þau á 3. ári heldur en á 1. og það er alls konar svona hlutir, þannig að mér finnst svona bara þessi líkamlegi þroski þeirra ekki síður bara góð ástæði til þess að halda þeim lengur í framhaldsskóla. Þannig að bara því þau skilja námsefni sitt miklu betur og þannig, já, þú veist, það er svo margt í þessu. Já. Ég er allavega ekki, mér finnst ekki alltaf vera að fara til andskotans í menntakerfinu eða neitt svoleiðis. En nú bara svolítið gott að heyra það. Eða mér finnst þau heldur ekkert vera ólæs, en mér finnst þau oft vera að láta henni lesa rosalega leiðilega bækur. Eða mér finnst það ekkert leiðilega kannski, en þetta er ekki námsefni sem hentar þeim. Og þau eru svona, hvað sem er svona digital natives, þú veist, og þau komur allt öðru, þú veist, þau bara komur allt öðru umhverfi en við eru fædd eftir 2000 og þau mun ekkert eftir hruninu, skiljið. Já, þeim finnst bara rosa langt síðan hrunið var. Já, eða Ég sá það í einhverju svona viðtali í daginn. Það var eitthvað sem sagði, guð, það var eitthvað svona sem gerðist í kringum hrun, eins og það væri 100 ár síðan. Já, þau segja líka bara, já, hann er fættur 1900 eitthvað. Og maður er bara eitthvað, Þannig að, þú veist, þau nei, en bara, við þurfum auðvitað bara að höfða til þeirra á þeim stað sem þau eru. Það er ekki hægt að ætlast til þess að, þau lægi sig að okkur, við erum gömul og við erum úrelt, þau eru fersk. Fylgist þú okkar með þessum mótmælum í síðustu helgi, Steinunn? Já, bara, þú veist, eins og kannski flestir bara gegnum fjölmiðla, sko. Ég var ekki á staðnum. Og hver er svona þín tilfinninga? Þetta sé eitthvað svona, að það sé uppgangur fasisma á Íslandi eða þetta séu örfáar hræður? Nei, ég held að það sé bara mjög mikil reiði og ólga í samfélaginu og búin að vera bara dálítið lengi og mér finnst bara að hafa kannski bara svona ein birtingamynd hennar kom þarna fram og ég er svona búin að vera að fylgjast með svona svolítið hvernig, þú veist, samfélagið er að taka á móti þessari staðreynd að þetta, þú veist, átt sér stað og þú veist að þetta samtal er í gangi og mér finnst mjög áhugavert hvað mikið af fólki sem maður sko vill segja við þetta fólk sem er að mæta þarna þessu heimsk og svona hlæja þeim og eitthvað þannig, þú veist, ég get alveg skilað upp einhverju marki manni finnst rasismi heimskulegur og það sko, en mér finnst það samt sko sína ótrúlega mikið, mér finnst það oft koma ótrúlega miklu svona menntahroka átt og svona yfirstétta átt að þú veist, það er kannski ekki allir sem að, þú veist, mæta á þessu mótmáli sem eru endilega rasistar. Þótt að frústrasjón þeirra gagnvart samfélaginu hefur farið í farveg sem beinist að flóttafólki og innflytjendum sem er mjög slæmt. En þú veist, kannski ástæðurnar fyrir þetta fólk er ósátt með aðstæðurnar er ekki það að, þú veist, það er svo miklu rasistar. Hins vegar hafa bara alls konar öfl í samfélaginu stóri stjórnmálaflokkar, stórir og valdamikli stjórnmálamenn og áhrifafólk rosalega mikið verið að tala inn í þennan farveg og þú veist, ég meina, við munum öll eftir því þegar Bjarni Ben bara, þú veist, það var svona nokkra daga áður en Bjarni Ben setti gaf út skotleyfið á samstöðu tjaldið að það voru svona nokkri skósveinar í Sjálfstæðisflokknum búin að skrifa nákvæmlega eins færslu bara svona testing the water og fengur rosalega góðar undirtektir, þannig að þá reið hann á vaðið og tók svona, þú veist, tappan úr flöskunni og og mér finnst bara, það er kannski svona byrjunin á þessari öldu þótt að hún hafi, þú veist, undirtónninn hafi alveg verið til staðar þegar hann gerir þetta, sko.
En það svona alls konar táknfræðarna sem eru áhugaverð, síðan þarna tengdasonur hans mættur í, þú veist, ból sem... Já, little recycle bin, eins og einhver kallaði hann. En mættur í, þú veist, einhver svona Ísland, eða þú veist, einhverju svona blári, Var ekki Manchester United treyja eða eitthvað? Já, en svona Íslands blá, sko, og með, Bjarnadóttir og Átján aftan á sama bletti, sko, og Bjarni kallaði, sko, þú veist, ömurðina þarna á Austurvelli, hryllingurinn á Austurvelli. Og þetta var einhvern veginn svona tákrænt, var þetta mjög svona áhugaverð súpa, sko. Já, einmitt. Ég held að þetta sé alveg rétt, sko, sem að Steinunn að segja, þú veist, það er svo auðvelt að segja þetta séu einhverjir fávitar sem eru mættir þarna og auðvitað vill maður ekki kannski taka undir, þú veist, efni, þú veist, þeirra áhyggna, getur við sagt, sem þau eru að viðra, en þau hafa samt áhyggjur og við þurfum að skilja það og ég held að sé svo margir sem að, sko, eru bara tilbúin að strika það út og þá náttúrulega upplifir þessi hópur sem að það sé ekkert verið að hlusta á sig og þá náttúrulega bara hægt og hægt býr maður til umhverfi sem að, þú veist, meðal annars bara, þú veist, í Ameríku, þú veist, bjó til Trump-ölduna einhvern veginn, sko, þannig að það er rosalega mikilvægt að, þú veist, að hlusta á þetta fólk, sko, og bara, ég meina, almennt held ég að við þurfum að vera svo rosalega dugleg að hlusta, sko, og við erum svolítið að glata því einhvern veginn, að því að, þú veist, jafnvel þó að maður telji ekki að, til dæmis í þessum hópi, að þau hafa eitthvað til síns máls, þá eru þau samt að reyna að segja eitthvað og það er það sem við þurfum að reyna að skilja og bregðast við með einhverjum hætti, sko. Já, þau náttúrulega óttast, þú veist, afkomu sína og framtíð barnanna sinna og þú veist, þau eru með sömu áhyggjur og við erum öll með. Já. Og þau eru bara beint í annan farveg, já, og þau eru með sömu áhyggjur og flóttafólk er með og þú veist, ég er með og við öll, skiljið, bara sem sitjum hérna, þetta að einhvern veginn bara samfélagi, þú veist, af því það eru svona ákveðnar stóðir í samfélaginu sem eru bara, þú veist, hriktir í og þau eru, sko, ég tala nú ekki ef þú ert öryrki, eða þú ert fátækur eða og þú veist, og upplifir þetta valdaleysi og þú veist, af því að það er ekki bara, sko, flóttafólk, þú veist, það hefur líka verið talað gamalt fólk, þetta bara að fara fara í fangelsi, þar fá þau menntun og geta föndrað og eitthvað og búið frítt og eitthvað, þið veitir, þú veist, það er alltaf eitthvað fundið, einhverju fundið allt í foráttu og einhvern veginn þarna er einhvern veginn verið að pota í að því að ég held að þú veist, rasismi er undirstaða okkar velferðarsamfélag, skiljið, þú veist, og hvítt fólk hefur alltaf verið rasistar, hvort sem, þú veist, maður hugsi ekki, ég er rasisti, en þá er rasismi undirliggjandi í öllu okkar lífi og og er bara ástæðan fyrir því að við höfum að gera gott. Þannig að ég held að það sé bara rosa stutt að fara þangað og ég meina eins og þetta hnífstungumál sem var daginn, þetta er auðvitað hræðilegt en ég meina íslenskt fólk er að stinga hvort annað, ég meina það var einn sem stakk aðra í næsta stigagangi við mig fyrir nokkrum árum, skilur, það voru engir útlendingar, það var bara venjulegir fíklar, íslenskir fíklar, skiljið, þetta er ekkert. Nei, þetta sé, þú veist, við erum svo duglega og gjörn á að þú veist, að benda einhverju fingri svona á, þú veist, sökudólkurinn er önnur menning og önnur og hitt og þetta. Það verður að leitast við að setja hlutina í samhengi. En þetta eru allt félagsleg vandamál. Já, sko, svo skil ég líka, sko, þú veist, já, ok, ég ætla að reyna að setja í samhengi og það er einhvern veginn rosa nærtækt samhengi útlendingar. En þetta er bara ekkert gott samhengi, þetta er líka bara rangt, þetta er bara röng ályktun að draga. Af því að það er fólk sem er fátækt sem er líklegra til þess að fremja ofbeldisglæpi og þið veitir, þú veist, við erum bara meðfylgta statistík sem getur sýnt okkur ástæðu til þess að vera ekki rasistar. Já, og svo líka, þú veist, festir fólk sig oft í svona einhverju svona tölu, eitthvað svona, það eru 20 milljarðar sem fara í þetta hælisleitenda kerfi eða eitthvað. Og þessi 20 milljarðar, eða það væri ekki fyrir þess að hælisleitendur og þetta flóttafólk, þá getur þessi 20 milljarðar bara fara beint inn í heilbrigðiskerfið og bara, þú veist, leyst vandamálið. Þú veist, og það er svona svolítið svona rökin sem ég hef heyrt til dæmis frá þessum hópi. Maður skilur þetta alveg, af því að við erum heilbrigðiskerfið er umulegt og en þú veist, þetta heilbrigðiskerfi, sko, það er alveg hægt að halda uppi þessu heilbrigðiskerfi ef það er vilji fyrir því. Það hefur bara ekki verið vilji fyrir því í svona 40 ár. Og þú veist, og það er búið að grafa undan því í svona 40 ár áður en að sko nokkur flóttamaður fékk hæli hérna á þessu landi. Þannig að einhvern veginn, þú veist, og þessi peningar eru til
víða í samfélaginu. Þeir eru til í þessum auðlindum sem að, þú veist, vissir aðalar hafa enga hagsmuni af og svo framvegis. Þú veist, þannig að, þú veist, ef það var ekki flóttafólk, þá fara sér peningar bara í eitthvað annað. Þú veist, ekkert endilega í heilbrigðiskerfi, þau fara bara eitthvert. Akkurat. Við erum öll frekar sammála um þetta. Já. En mér finnst líka bara svona eiginlega sama, sko, mér finnst eiginlega bara svona sama orðræða að vera í gangi núna og var gagnvart fólki sem að, sko, var með einhverja skeptík gagnvart, sko, COVID og bólusetningunum. Að það er bara svona, þú veist, að ridiculata þau, þú veist, jaðarsetja þau ennþá meira, segja þeim að þau séu ógeðslega heimsk. Ég held að það væri besta leiðin til að fá fólk til að skipta um skoðun. Já. Að drulla yfir það og hætta svo að tala við það. Nei, en mér finnst mjög áhugaverð þessi tenging, þetta er eitthvað sem var til þess að sko vinstrið misti hérna bara alveg svona stóran hluta af sínu fólki sem einhvern veginn fekk ekki þessum hugmyndum sínu hljómgrunn. Og bara fólk sem var bara með raunverulega skeptík gagnvart ríkisvaldinu, gagnvart Big Pharma og alls konar bara fólk sem hafði bara, þú veist, bara hafði góðar ástæður til þess að vera með skeptík. Það er líka alltaf fín ástæða til að vera skeptískur út í lyfjaframleiðendur. Já, og ríkisvaldið. Já, og það er bara hluti af, þú veist, bara einhvern veginn, finnst mér hlutverki okkar sem bara borgarar að pæla í þessum hlutum og vera gagnrýnin. Algjörlega, það var rosaleg jaðarsetning á þessum hópi og einmitt, vinstri tapaði, hellingafólki og bara jaðarsetti það og ég veit að, þú veist, það er mikil tenging á milli þessa hóp sem mætti þarna á Austurvöll og til dæmis þeirra sem voru skeptískir gagnvart bólusetningum. Já, maður hefur svolítið séð það. Já, það er alveg bara... En það sem er smá óleyst einhvern veginn, þú veist, finnst mér í þessu þú veist, hvernig, þú veist, að því þú ert að tala bara eitthvað statistík og svona, en sko við erum alltaf, þú veist, þegar maður er með fólk sem að hefur einhverjar áhyggjur og einhverjum vanda, skilur, og er að fá útrás fyrir þessa gremju sína og er ekki sko tilbúið að hlusta á, ég veit ekki, staðreyndir, skiljiði. Þú veist, það er rosalega, við erum ekki búin að við erum alltaf að reyna að mata einhvern veginn, nei, heyrðu, þetta er svona, þessi gögn sína það, en þegar það er ekki vilji, kannski til að taka mótið þeim upplýsingum, þú veist, hvað gerir maður þá? Og ég veit það ekki ennþá og þú veist, ekkert okkar, samfélagið virðist ekki skilja hvernig getum við mætt þetta er líka svona einangrun okkar sko. Sem háskólafólks, við erum bara ætlar ekki að taka mark á hérna ritrýndum eitthvað, þú veist, og maður er bara hverju tekur þá? Þú veist, það er náttúrulega algjör bilun, skilur, þú veist, það er við sem erum með í raun og veru búin að mála okkur út í hot, þú veist, af því að við höfum líka að taka mark á tilfinningum fólks eða upplifun, þú veist, við höfum að taka mark á svo mörgu, þú veist ekki, en sko, ef að, ég meina, hvernig eiga þau að sjá munin á því og kannski einhverjum sem er rosalega samfærandi og er að bakka allt upp með einhverjum heimildum og ég sé fólk rífast til dæmis á Facebook eða einhver staðar og eins og ég sá einhvern daginn vera, þú veist, að tala um eitthvað transfólk eitthvað og var bara með hræðilegar heimildir fyrir því og var með skoðun sem var ekki, þú veist, fínu mér þóknanlega eða eitthvað. Og bara, þú veist, og skoðun sem ég finnst bara að vera, þú veist, mannhaldur. En líka einhvern veginn kemur upp í þetta hvað, þú veist. En þú veist, það er ekkert einhvern veginn einfalt mál að velja heimildir og vita hverju maður á að taka marka og allt þetta. Og það verður sífellt flóknara. Og af því þetta lítur allt út eins og góðar heimildir. Eins og þú veist, það var einmitt fræðimaður fyrir nokkrum dögum. Og hér við Rauðabari? Nei, á Íslandi, hvað heit hann? Gatsat, sem að einhver á netinu kallaði vitgranna gerpi, sem mér varst mjög fyndið. En og þú veist, og hann er bara presenteraður sem fræðimaður. En síðan þegar maður kemur úr fræðarsamfélaginu, þá er maður bara, nei, þú veist. En þú veist, þannig að þetta er mjög, þú veist, hvernig á einhver sem er ekkert inn í þessari senu að vita það? En hvernig geta, af því þetta er, þú veist, þetta skrifist alltaf upplýsingaóreiðu og ég meina það er til mörg lönd í heiminum sem til dæmis bara banna Facebook af þeim einföldu ástæðum að það ruglar svo í fólki. Og þú veist, og ég meina þetta eru óvinnir vestusins, þetta eru bara Íran, Kína og Rússar sem að segja bara nei, við viljum ekki vestræna upplýsingaóreiðu í okkar lönd. Við höfum nóg með okkar hér. Þetta er svolítið svona svipað og vestrænu samfélagin gera svo gagvart þessum Ég held líka til dæmis fólk sem flytur inn Gatsat eða Jordan Peterson eða eitthvað. Ég held alveg að þau trúi því að þetta sé bara rosa klárir gaurar, sko. Þannig að þú veist, ég held að það sé ekkit endilega
Ég held að það sé ekki eitthvað, þú veist, á baku. Já, ég held reynda sko hægri ógeðslega duglegt í sínu áróðustríði. Já, en þau eru ekki svona hugvísindarlega þengjandi. Nei, þú veist, ég get ekki lett dóma á það, ég þekki þau bara ekki, en mér finnst eiginlega bara áhugavert hvað vinstri ógeðslega léld í því. Þú veist, hægrið bara með, þú veist, endalaust einhverjum podcastum og það bara með, þú veist, flytja inn alls konar fyrirlesara og bara, þú veist, öll frægu, vinsælustu podcastin á landinu eru bara eitthvað, þú veist, bara hægri áróðus podcast og þú veist, hvað vinstri með samstöðuna og hvað, var ekki einhversu stöð núna, hvað sem heit Kratin eða eitthvað samfylkingin var að... Heyrðu, svo er vinstri líka að rífast, það er nú ekki glemma því. Já. Vinstri er alltaf í fréttunum fyrir það. Það er náttúrulega, mikið af svona hugmyndafræðilegum innri átökum í vinstrinu og meðan að hægri virkar sem svona, þú veist, samheldin, heild, rífast kannski þegar þau eru komin heim, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig það virkar. En ég held líka bara að vinstri ætti alveg bara að embracea, þú veist, eitthvað form af rifrildi. Þú veist, við getum ekki verið sammála allt. En þú veist, en það þarf einhver svona að vera meir geta til þess að vera ósammála. Án þess að sko, þú veist... Allt var í bál og brand. Já, íta einhverjum út á kantana og þú veist, þessi má ekki tilheyra, þú veist, vinstrinu eða það má ekki, þú veist, já. Það er þetta sem hefur oft verið rætt þegar það talað woke. Jú, vinstramenn eru mjög góður í að skamma, sko. Já. Ég veit það, en þú ert líka að skamma þegar þú ert að skammast yfir woke, skilur þú? Þetta er bara leiðindi, sama hvort þetta er woke eða ekki. Þú veist bara, ég hugsa alltaf bara þýði, hvað er að ykkur? Ég finnst þetta stundum verður svona ómikil háveð á internetinu einhvern veginn, upplifði það ekki og maður svona skellir tölvinu og bara svona, getur ekki meir. Ég vel alveg mjög vel hvað ég nenni að fylgjast með, sko. Já, ég þurfti kannski að filtera það betur. Mér er of sama, þú veist, einhvern veginn fólk er að rífast í bara ég nenni ekki að rífast. Bara ég er algjörlega dönn að rífast á internetinu. En þú veist, mér finnst það leiðilegt að þú veist, að sjá óeininguna af því að hún skiptir á endanum kannski það sem er verið að rífast skiptir ekkert öllu máli. Nei, týnist í smáatriðunum svolítið, sko. Akkurat, og eitthvað, þú veist, og ég var bara eins og þessi vókumræði, ég ætla ekki að snerta með litla putta. Mér er bara, þetta er ekki hug að taka þessa umræðu eða þú veist, að taka þátt í á einasta hátt af því að þetta skiptir engu máli. Nei, þetta er eitthvað svona orðhengilsháttur. Já, líka bara við höfum bara stærri fiska að steikja, finnst mér. Já, en það er, þú veist, ýmislegt kannski meira heldur en þessi fordómar í samfélaginu sem hafa verið svolítið fyrirferðarmiklir. Það er umræðan fordómar í samfélaginu og þetta var svolítið undirlegt þessi vika í því, en annað mál sem var athyglisvert, það var málefni Óskars, Boca Negra, sem að öllum líkindum fær íslenska ríkisborgararétt og það er sumir vilja meina að höfð hafi verið svona óeðlilega afskipti af málinu með því að alþingismaður hringir í Útlendingastofnun og gerir grein fyrir því. Þetta er alltaf bara snýst ekkit víði. Hverjum er ekki drullu sama hvað víðir gerir? Einu óeðlilegu afskiptin... Erum við hægt að hlýða víði? Nei, ég meina, einu óeðlilegu afskiptin er að Útlendingastofnun sé að skipta sér að barnavernamáli og bara einhverju sem snýr að barni sem er fylgdarlaust og fjölskyldar sem vill fá hann og hafa hann. Já, máli er það að Útlendingastofnun lítur ekki á hann sem fylgdarlaust barn vegna þess að þeir hafa ekki verið tilbúin til þess að opna málið hans sem fylgdarlaust. Það er líka bara astnaleg þeir eru búnir að synjunum á einmitt, þú veist. Hann segist vera fylgdarlaus, má hann þá ekki bara fá að vera fylgdarlaus? Það er fólk sem vil ætlaði hann að hafa hann. Að ég skilur, mér finnst stundum eins og við séum bara, við getum ekki skilgreint þetta sem þjóðarmorð út af því einhverju lagatæknilega ástæða hjá einhverjum dómstóli segir. Maður er bara, ég er að horfa á helför og ég er bara eitthvað að bíða eftir einhver skilgrein eða fyrir mig áður en ég má segja það. Og en þú veist, þannig að Óskar skilgreinir sig sjálfur. Hann er nógu gamall, ef hann væri íslenskt barn, þá var hann nógu gamall til að velja hjá hverju foreldri, ef að þú veist, foreldrar skilja, þá mætti hann velja hjá hverju foreldri, svo hann treysti þess eftir 12 ára og þá bara taka mark á honum. Og ég líka bara móðgast sem framhaldsskólakennari að þú veist, þetta er bara strákur sem er eins og mínir krakkar og þau eru bara að tala við hann og það er einu sem skiptir máli. Og svo varandi ríkisborgararétt, þú veist, svona bara gerast kaupin á eyrinni. Þessi ríkisborgararéttur sem Alþingi veitir, hann er bara veittur svona. Þú veist, hann er bara pólitískur. Hann er bara elítískur. Og hann er líka til þess
að bregðast við málum sem kerfið ræður ekki við. Já, sem hann samt síðan gerir ekki í næstíðu öllum tilfellum, en svona velur svona einhver viss tilfelli sem að, við nennum ekki að þessi suð að koma upp úr þessum potti, þannig að hérna gefum þessum, þú veist, ríkisborgara. Já, það er nefnilega áhugavert, ég tók eftir því í þessari Ísland þvert og flokka grúppu. Þar hefur verið svona samtali akkurat þetta mál og það er rosalega reiði gagnvart þessari framkvæmd vegna þess að Óskar fær alluleikindum ríkisborgara rétt, en að samanskapi er þetta mikið af fólki sem á erlenda maka sem er svo annað twist í þetta fordóma samtal, en láta það liggja milli hluta. En þannig segja, herðu, hér er maki minn búinn að búa í 6 ár, 10 ár, 16 ár, hefur alltaf fengið synjun. En þá er það líka, ákveðið svona menningarlegt auðmagn sem að þetta fólk hefur ekki, sem að fleytir þeim ekki inn á borð hjá þessari þingnefnd. Ég held að þetta bara fleira fínt fólk úr Garðabænum og Seltjarnarnesi að taka að sér fólk í viðkvæmri stöðu og sækja ríkisborgararétt fyrir það. Já, akkurat. Það myndi bara vera mjög hjálplegt. Já, en svo náttúrulega líka munurinn kannski á Óskari og þessum mögum er að þá hendunum úr landi en makarnir eru væntanlega með lögheimili og atvinnuleyfi hérna. Náttúrulega svolítið annað. Ég var alveg búið í útlöndum og mátti vera þar og vinna þar, það er alveg öðruvísi heldur en að vera krakki og vonarvöl. En fyrir því fólki sem horfir á þetta bara svona úr fjölmiðlum, þá er þetta svona öskrandi misrétti. Já, en það er líka bara í þessu útlendingastofnun er bara hræðileg stofnun. Það er bara mjög erfitt fyrir fólk, að díla við útlendingastofnun. Og ekkert síður fyrir fólk sem á íslenskan maka. Það er margir sem að þekki sem að eiga maka sem er erlendur eða öfugt og fá fulla hjálp frá maka sínum að fara í gegnum þetta kerfi, en það er samt hræðilega erfitt. Það hata allir sem það þurft að díla við útlendingastofnun. Og líka því hún er óröggrétt. Já, þetta er neitunarstofnun. Já, og líka hún er þetta byggð bara af bara nasistaflokknum til að byrja með. Það var bara nasistar á Íslandi sem komu sér saman að búa til útlendingastofnun og það er bara hennar saga. Það er hennar saga. Já, þetta er mjög sérstakt. En ég held að það sé rétt ef að fólk er að fjarkviðrast yfir þessu ferli, það er bara þetta er til og þetta hefur bara alltaf verið til allavega í 10 ára að það má veita svona og auðvitað er það pólitískt og beinlínis, Víðir er þingmaður, hann er ekki embættismaður, þetta er beinlínis hans hlutverk að geta gert svona hluti, lögin er bara þannig að minnst það svona í sjálfu sér svo gagnrýni gengur ekki alveg upp ef maður vill vera að hengja sig í lagabókstafinn á hana borð, Lobbyismi. Já, en svo er þetta líka bara, það verður að dreipa umræðan að dreif og alveg eins og Snorri Másson, þá reyndar var gargaði ég aðeins á hann á internetinu, en hann var eitthvað að tala. Skipta hann skoðun? Nei, þetta var bara fyrir mig. Það var bara fyrir mig. Skrifaði maður í ömurlegur, eitthvað líka. En já, það er þetta, við erum að skoða þetta í stærra samhengi, en þetta er ekkert stærra samhengi, þetta er bara drengur sem er 17 ára, hann var rifinn út úr skóla og ég veit bara úr Flensborg hefur bara rosalega haft ofsalega neikvæð áhrif og nemendur þar að sjá bara lögguna að koma þarna inn, þetta eru og þeim bara líður ekki vel, finnst þau ekki öruggt, treyst ekki löggunni, það eru alls konar hlutir sem gerast bara miklu svona stærri svona skjálfti sem verður í kringu svona mál og ég er náttúrulega bara svona sem kennari, ég er brjáluð ef ég myndi einhver krakki er tekin svona út úr skólanum hjá okkur af því að þetta er bara, þetta á bara að vera svo öruggt rými og þannig að það er svo margt í þessu, og þessi strákar bara fór frið og hann á ekki þrá áhyggjur af þessu og bara börn eru með alveg nóg miklar áhyggjur þóttu lífi bara í vestræna dúlleríinu sínu, þannig að þetta er, hann bara þurfum bara að taka þessar áhyggjur af honum og hafa ykkur svo fullri fólk. Það var ákveðið líka sikk að löggan fari inn í skóla. Það er sikk. Það er bara, og þau hafa gert það ítrekkað. Og Flensborg verður mikið fyrir þessu, veit ég, út af bæjarhruninu. Þar eru krakkar sem hafa búið í og við bæjarhruninu sem er svona brottfarar úrræðið og þau sækja skóla í Flensborg og eru stundum alveg, jafnvel mörg ár. Eiga lítið eftir 1 önn, 2 annir, eitthvað svona. Þegar lögreglan kemur inn í bekk hreinlega og handtekur þau og fer með þau í varðhaldi fer með upp á Hólmsheiði þar sem þeim er svo brottvísað.
Það ætti bara að gilda svona skólagrið, sko, Já. þessu kirkjugrið í Algjörlega forna, bara svo sko. í Grikklandi. Já, Það er svona algjörlega. háskólagreiðu til dæmis sem var reyndar rofinn fyrir nokkrum árum og afnuminn, en hann var alveg í 20 ár eftir einhver fjöldamorð sem að löggan framdi í háskóla. Og sko, einmitt svona skólagreið skiptir máli að þú veist að það kom alls konar erfið mál líka inn á borð hjá skólum, ég menna það eru krakkar sem hafa verið með nálgunarbann á foreldra sína og skólinn á að vera öruggt rými eða þú veist að það gerist, þú veist það er svo margt sem er í gangi hjá krökkum sem að maður veit ekki þannig auðvitað bara að vera friður og ríkja friður. Ég las sko að mér fannst bara svolítið svakaleg grein sem var bara í heimildinu sem kom út í morgun sem með eitthvað máli í sko Breiðagerðisskóla sem að er einhver kennari sem að einhverjum strákum, 12 ára strákum þykir ganga einhvern veginn hart fram með að hann er sko, hann er ekki með óviðeigandi snertingar, hann er samt svona einhvern veginn svona líkanlegu við þá og er svona meira bara pirrað á sko, frekar hann að meiða á beinlinis og þeir kvarta undan þessu til skólastjórans og þess að fara tveir saman og spyrja eftir honum, þú veist, er skólastjórum við, viljum segja honum frá einhverju máli, hann er ekki við og eru hvattir til þess að skrifa honum bréf, það sem að þeir fara yfir málavöxtu, sem að þeir gera og það sem að kemur upp úr þessu er sko að þessi kennari fer í svo mikla fílu, basically, út eftir þetta, að hann sem sagt neitar að kenna strákunum, þannig að alltaf þegar þeir eru að tíma í honum, þá segir hann þú ekki hér upp á bókasafn og þetta sko viðgengst mánuðum saman það sem í hvert einasta sinn sem að þessi tveir strákar koma þá er bara sendir út úr skólanum sko. Og mér finnst þetta sko mér finnst þetta svo ógeðslega ljótt en myndir þú ekki fara beint í að vera bara var ég skrýtin? Jú, það er málið, sko, hann segir þið verðið að beðast afsökunar því að hafa skrifað þetta bréf og annar þeirra læt bara til leiðast og fær það verið tíma en hinn segir nei, sorry, ég ger ekkert ránt, ég gerði eins og ég var beðin um að gera sem var bara tilkynna þetta með þessum hætti en mér finnst þetta svo magnað því að þú veist að skólinn á að vera þessi heilagi staður nei, auðvitað er þetta eitthvað flóknara en í grunninn var þetta svona en það auðvitað vera þá einhvers konar sit-down og það varð á endanum en það tók marga mánuð og endanum þurfti sko að kæra kennarann til þess að þetta er einhvern veginn leyst sko. Og mér finnst þetta bara svo ótrúlegt að sé ekki í svona pínu litlum stofnunum að það sé ekki bara hægt að þú veist ganga bara, heyrðu, hérna er bara krakkar sem að þurfa að fá að læra og þurfa að fá að líða vel og það sé bara virt, þú veist, þetta er bara svo mér finnst þetta svo í smá sikk sko, að þetta get ekki verið svona einfalt sko. Ég var svona barn sko, ég mátti ekki koma í tíma, ég mátti ekki koma í eðlis- og efnafræði þegar ég var í 9. og 10. Af því að kennari var bara, hann var ekki að fíla þig? Hann var alltaf að tala eitthvað svona strípiklúpa og eitthvað svona, hann var svona töffari, svona hei strákar, einu sem fór ég og það var eitthvað svona sex workers, eitthvað svona og ég var bara eitthvað svona, þú veist, feminískur úlingur og neitaði að hlusta á þetta. Nei, og kvartaði í pappans sem var skólastjóri. En laustum bara með þessi. Ég fekk ekki að sitja tíma. Nei, þú þurftir að víkja. Já, og tók þar leiti ekki samrændpróf í eðlis- og efnafræði. En það er líka bara gamla einheltisáætlunin, það er bara tökum þolandan út, frekar en að taka gerandan út, sem þú veist einfaldar svo mikið, sko, tekur einhvern svona kingpin í burtu. Já, var það þannig? Já, þú veist, það er svona, já, að þolandin, þú veist, þannig að, og þetta með hvernig krakkar hefur ekki oft heyrt þessar sögur, þá hafa maður lagður sem ekki með einelti, hann skipt skóla, og hún lenti svo þú veist, það er aldrei, já, hann lagði börn svo mikið í einelti að við létum hann skipt skóla, svo hann ætti að vera svona hræðilegur og aðra. Nei, ég segi svona, en það er svona, við erum oft svolítið svona að oppreita frá öfugum enda. Já, það er svona svolítið lenskan, en það er eitt sem hefur gert fólk svolítið reitt og það eru launahækkanir þingfólks. Þær hafa hækkað og munu hækka talsvert. Já, ég fekk það hugmynd að bara allir ríkisstarfsmenn ætti að hanga á þessari sömu hækkunartölu. Þá þarf ekki að semja við okkur lengur, kennara, hjúkrunarfræðinga. Nei, og það hvað er þetta? 80 skall eða eitthvað? Ég meina ef þau hækkum 5%, þá bara hækkum við líka öllum 5%. Er þetta meðaltal þeirra kjarabóta sem að ríkisstarfsmenn hafa fengið síðasta ár? Já, en svo er þetta, þú veist, þetta er eitthvað prósentutala, en þau eru auðvitað miklu hærri sumu sem að verður svo þannig að þetta er skrítið, sko. Ég væri til í að bjóða þeim í einn dag í vinnuna. Mér veist bara að stjórnmálfólk ætti að vera í sjálfboðavinnu. Sammála? Já, eða bara á lágmarkslaunum. Bara launalaust. Já, ég meina ef þú ert hugsun mannskja þá bara ferði í þetta fólk út af því að hefur engin annar efnaði yfir sjálfboðavinnu. Trú,
Ég Ok, hef oft pælt í að vera með þetta eins og svona slembi úrtak, þú veist, eins og kviðdómur. Já, það væri svolítið Að snæður. raða svona inn, þú veist, og þú fær bara, þú veist. Já, þú fær bara ákveðin mál sem þarf að taka fyrir á þinginu og... Já, ef það væri slembúrtak, sko, þá ætti þetta samt að vera svolítið góð laun, sko. Já, þá er það þetta er smá bara svona frábært. detti í lukkupottin, skilur. Já. Heyrðu, þú farið að vera þingmaður núna næstu 4 árin, þú vannst í lottóinu, skilur. Já, einmitt. Og það eru bara hérna einhver x-mál sem þarf að afgreiða. Það er einhver máli í hvað starfið þú ert, það er bara samkvæmt lögum, það þarf bara að frista þína stöðu Já. og þú bara getur gengið inn í hann aftur til 4 ára. Ég er svolítið slæmt núna, þú veist, að ég meina, mann getur fundist ýmislegt þetta stjórnkerfi, en bara sá þáttur að sko sumt á þessu liði bara hangir á spenanum. Já. Það bara er bara á þingmannaspenanum bara Ég er alltaf, áratugi saman. er þið alltaf eins og ég er alltaf að frétta einhverjum sjálfstæðismönnum úr einhverju kjördæmi sem ég vissi ekki að væri til. Allt í einu bara, já, þá var einhverju búinn að hanga inn á þingi í 2-3 kjörtímabil og maður bara veit, Talaði 17 mínútur í fyrra. já, eitthvað svona, og maður bara veit ekki að manneskjörnum til. Já, og fá svona kynntis í pontu þegar að byrjaði. Já, einmitt. En þetta eru gríða laun. Þetta er bara, Hvað er þetta mánuði? Sko, ég held að þetta séu 1,5 miljón cirka, þú veist, bara í Ég man það föst ekki. laun og svo eru þetta allar nefndir eru auka. Þannig að ég meina að þetta er vel yfir meðalagi. Það var einhver útreikningur, ég held að það hafi nú bara verið í morgun að meðallaun á Íslandi væri 785 en 65% landsmanna væri undir því. Sem að segir okkur líka eitthvað svona svolítið snar undarleg. Það er eitthvað skekkja þarna. Já, það er skakja. Ég hef ekki mjög sterkar skoðanir á þessu, satt best að segja, Nei. sko. Þú veist, mér finnst allt í lagi að ég er ekki alveg sammála Steinunni með að þingmenn eigi að vera á lágmarkslaunum, sko, nema við förum náttúrulega, bara umbyltum þessu kerfi einhvern Já, veginn, þú veist, aðalega en það, með við sko. kerfi eins og það er, þá finnst mér alveg, með ábyrgðina sem að við allavega ætlumst til þess að þetta fólk byrji, þá finnst mér alltaf lagi að það sé á fínum launum. Hvað er þau svo að, þú veist, hver er kjarabætnin vera? Ég nenni líka að hafa eitthvað ógeðslega sterka skoðun á þessu, sko, þú veist. It's only money, honey. en mér finnst ef að þau eru að fá launahækkanir, Já, já. að það mætti vera þá í takt við, þú veist, það mætti að ríkistarfsmennir vera bara að fylgja. Ég held að lógíkin sé að það sé þannig, sko, eins og ég segi, þetta ásett að vera Þau fá líka hækkanir þegar við erum ekki að semja. Já, er það? Já, það eru ýmsar hækkanir í gangi og á ýmsum Ég er ekki tímum. nógu vel inn í þessu, sko, en Nei. þetta á einhvern veginn að, þetta á að endurspegla hækkunina sem er almennt að þessi staði í ríkisskýranum og mér finnst það ekki svo hugmynd allavega, finnst mér ekki galin. Nei, það Ég- vantar ég- þingkonun okkar svona til En ég þess meina, þú veist, Já. varandi ábyrgð, ég meina, þú veist, þá er samt fólk í mjög mikil ábyrgðstöðu Já, eins og auðvitað, hjúkrunarfræðingar og alls já, konar, já, þú veist, sem að 100%. Já, já, eða bara, þú veist, leikskóla, matráðar og hérna. Þetta er fólki sem er mest þú veist. ábyrgðina. Já, og já, leikskólakennarar og... Nákvæmlega. Það var bara í samfélagi, það var eiginlega meira vesen hérna þegar leikskólaverkfalli var fyrir COVID en í COVID. Af því að það var alltaf öðrum enda, það var leikskólaverkfall og rusl, hérna sorphyrðan. Þannig að það var bara alltaf fyllast af rusli og pizzakössum. Og öll börnin heima. Það bleiðu staflarnir alls staðar. Kom, þá fengum við svona soothing, svona fundi alltaf minni þegar þríeykið mætti og við vorum með Claymore og sjónvarpi og setja báns út í glugga. Þannig að þú veist, þá einhvern veginn varði eitthvað svona samfélagslegt úr því en leikskólaverkfall er bara hræðilegt. Ég bara ber rosalega miklu veringu fyrir leikskólastarfsfólki. Já, ég meina, þetta er eiginlega ótrúlegt, þetta með sko, ég hef ekki, þú veist, ég var bara til í að skilja bara sögulega sig, er þetta feminist máli í grunn, að þetta hafa alltaf verið kvennastörf og þau hafa aldrei verið metin að verðleikum einhvern veginn, bara Já, gegnum voru alltaf bara inn á heimilinu. Kennarar fengu góð laun í gamla daga þegar kallar voru kennarar. Já, Þá var þetta fín stétt, en hérna, það alltaf var allt bara til anskutans þar. En svo var þeir örgulega með, þú veist, lækna og fleira þessum konum fjölgar. En svo veit maður ekki hvernig það þróast, þróunin kannski öðruvísu núna en hún hefur verið. En ég get ekki sleppt í að tala um sumarveðrið við ykkur. Við verðum, ég sá svona mombriðin í augunum á okkur öllum. Bara, María. En hérna, já, sko, Ég þurfti að taka garðhúsgögnin inn. Sko, það er þetta sem ég vildi fá að heyra. Það er bara... Ég var svo heppinn, sko, ég var ekki
á landinu, sko. Ég var hérna þegar það voru hérna þessi 10 æðislegu dagar í maí, sko, og svo fór ég til Þýskalands í svona nokkra daga, sko, og þegar þessir stormar geisu, ég gerði nákvæmlega það sama, sko. Ég var að koma frá Írlandi, sko, þannig að ég var bara í sama pakka. Fyrir mér ennþá sumar. Ég get bara vel við það, sko. Já, ég meina alltaf skítakuldi og þessi rok, en svona fallegt gluggaveður, sko. Já, mér finnst það bara hressandi, sko. Ég er mér svolítið sorglegt reyndar, ég sá svona dáin andarunga undir einhverju fyrirsögn eitthvað svona, veðurfar hefur eitthvað áhrif á fuglalíf, eitthvað svona, þá fekk ég svolítið sting. En svona öðru leyti, þá það er nú kannski bara, það er nú kannski líka það sem maður pælir í, þú veist, það er sveiflur í veðurfari frekar en það er alltaf vont að vera í Íslandi, ég er einhvern veginn hægt að kippa mér upp eða ég sleppi bara að fara út. En ég skilji þetta er svona, en ég er eiginlega, já. Sko, ég fattaði ekki eiginlega fyrir svona, ég veit ekki, 10 árum kannski, að því það, sko, þetta var alltaf eins að hugsa eins og einhver skiptitill, meðan alltaf eins og að vera sagt, sko, heyrðu, ok, þið fáið ekki gott veður, en þið fáið þessa yndislegu sumarbirtu. Eins og það væri einhvern veginn svona dýllinn, sko. Já, ég uppleiði alltaf einhvern veginn þannig. Og svo bjó ég í Kanada í svolítinn tíma, sko, og þá byrjaði ég bara að kveikja á, heyrðu, það er bara alls konar bara ógeðslega gott veður bara norðarlega í Kanada og það er bara líka miðnætursól og heyrðu svo bara Noregur og bara Finnland og það er bara sumar og miðnætursól og þá fannst mér svolítið í forsetundan brosna. Og líka það er svo mikil stöðuleiki í sumrinu í útlöndum, að ég líka átt heim í útlöndum og bara, þú veist, gengi í gegnum þetta og þið bæðið náttúrulega líka. En þú veist, það er svo mikil stöðuleiki að það er bara í sumar ætlum við að gera þetta og það er einhvern veginn, svo er þetta að fara í útibí og einhvern veginn, það er þessir hlutir við getum aldrei gengið að. Árstíðir heitir það, held ég. Já. Þetta var eiginlega verst, sko, þegar ég flutti heim frá Bandaríkjunum að því að það var náttúrulega rosa heit og bara óþægilega heit sumur þar og og ég man sko fyrsta vor að því ég flutti heim vetur og svo kom vor og svo kom bara aftur haust og vetur. Mér fannst sumarið aldrei koma, mér fannst bara vera vor og haust og ég fekk svo mikið skammdegisþunglyndi þannig með haustið eftir þetta, bara einhvern veginn, ég missti á sumri, svo var þetta fyrsta sko skammdegi mitt bara í nokkur ár og þú veist þetta var bara glemdur D-vítamíntöflunum. Já, það var ekki komið nei, þú veist þetta var svo heavy. D-vítamín var ekki hollt þá. Nei, það var ekki búið að bæta því í mjólkina og svona. Nei, það var nóg að taka lýsi þá. Akkurat. En það er samt sem áður, þá er sumar og það er mikið menningarsumar framundan. Ég veit ekki hvort þið hafi fylgst með því, nú svolítið af tónleikaviðbröðum núna, þú varst með einn í gær og svo var Sepultura var í fyrra kvöld sem er nú svona stór viðburður. Ég er að fara á Lóa-festival. Svo er það, einmitt. Hvað ertu að fara að sjá á Lóa? Mobb Deep, helmingin Mobb Deep og De La Soul. Geðveikt. Eitthvað De La Soul verða þarna með stafinn og göngugrindina. En ertu búin að vera líka á svona Farside og þessum rapptónleikum sem Nei, ég er ekki búin. Guð, þetta er eins og að fara á svona, reunion fyrrum elskuga. Þetta er alveg, ég mæli með það. Já, er þetta ekki bara algjör Gen X party? Jú, bara alveg. Gerföll X. Já, nei, meira svona millennial stuð, Já, sko. ok. Já, ég veit, ég er á ömurlegri kynslóð. Ég var alltaf að hanga með yngri krökkum til þess að hlusta hippa mér. Nei, en þetta er, já. En þetta er svona ágætis Ég líka gróska. fíla þetta konsept með Lóa-festival, þetta verði sko, þú veist, líka svona matar og þú veist, þetta sé svona dagur að því það verður svona... Það er ekki bara búið klukkan 10 eða eitthvað, ég held það. Jú, en þetta verður yfir allan daginn, þú veist, þannig að það verður, þú veist, matartrukkar og eitthvað, en svo þarf maður að sjá hvort maður sé búin að borga gett mikið pening fyrir að vera úti í grennrigningu. Það á eftir að koma í ljós. Bara að fá sér poncho. Já, stundum rignir, þú veist, maður sé upp, þú veist, maður veit ekki. Ég held sko að, þú veist, ég er mikið að garfi þessu og pæli þessu og mjög gaman að sjá þessa tónleika á, þú veist, ég vissi ekki eins og Sepultura var að spila og þessu mikið aðdáðandi en mér varst það samt magnað að heyra og það virðist vera alveg, þú veist, aftur einhvern veginn í tilfinningin að sé að koma, þessi stóru einhvern veginn tónleikar, en allt sem er svona aðeins minna í sniðum, minnst það einhvern veginn horfið, Já, miklu meira, skilur við. Já, það var með keksport og svona. Já, og þú veist, ég bæði náttúrulega þetta pínulitla, sko, og þú veist, og það er náttúrulega bara, ekki gott ást. En að koma. Já, algjörlega, en ég bara líka meina bara, þú veist, þú veist, það er ekki margir staðir til að spila og bara valla að það sé hægt, sko, þú veist, Iðnó er aðeins að koma inn sterkt núna og það er flott, en þú veist, bara, maður verið í alls konar hljómsveitarbrasi og þú veist, það var oft ekkert mál að rigga upp giggum, skilur, en það er bara
major vesen að gera það. Þetta er ekki eins og í gamla daga þegar við kynntumst og þú manstu maður gat bara valið tónleik okkur einustu helgi og Nei, þetta er minna. það var bara byrjað á 5 miðvikudag, 50 dögum sérstaklega og alltaf ég var alltaf að fara á tónleika. Já. En kannski vissi ég meira. Það voru nú einir risatónleikar síðustu helgi sem að fóru nú eiginlega ekki fram hjá neinum. Eða, þú veist, hérna, það var fermingaveislan hérna. Fermingaveislan? Hétu þeir það? Já, fermingaveisla aldarinnar held ég að yfirskriftin hafi verið, FM 95 Blö og eitthvað sem að... Ég skil ekki, þú veist, ég er bara ennþá hérna, en þeir eru strákar á aldrei við mig. Þú veist, En er ekki þátturinn kannski 13 eða eitthvað sliðis? Getur það verið? Jú, ég held að það hafi verið konseptið, sko. Já. Já, örglega og þú veist, og bara hefur örglega, hverju voru að spila? Bara svona... Eitthvað Timmy Trumpet, eitthvað sem ég veit ekki hver og kannski er ég bara opinbera öldrun mína, en ég hef aldrei heyrt mannin, en þetta er eitthvað svona... Þetta er líka svona mainstream dót sem að maður er ekkert endilega inn í, sko. En nú hlusta ég mikið á FM 947, en ég hef aldrei... Nei, einmitt, ég náttúrulega þetta þvílíkur kraftur og ég meni það var brjálæðislega mætinga, 10.000 manns og þú veist. Það var bara haldið til stærra venju. Já. En ég meina það er, þú veist, og það er alltaf magnað, einmitt. Kannski er það bara einhvern veginn maður gamall eða bara einhvern veginn aftengdur þessi mainstream, en þú veist, það er endalaust eitthvað, þú veist, herran hétus mér, selir upp, þú veist, 6 tónleika eða eitthvað. Já, þau dyrkir bara. 6 tonn af ís. Já, ég er bara, what? Þú veist, ég veist Þetta er ekki líka eins og Ice Guys voru að spila í vetur og þá voru krakkarnir mín, nemendur mínu voru bara, já, við erum að fara Ice Guys, ég er bara, what, er það ekki fyrir börn? Já, En við erum að fara kvöldtónleikana, sögðu þau, og þú veist að þau voru bara eitthvað að gera gæðigan viðburð úr þessu. En sérðu, þarna fyrir ég að hafa áhyggjur af, sko, krökkunum þínum, sko. Já, af æskunni. Þarna finnst mér þau vanta ákveðið svona discernment, sko, Já, menningarlegt. þau eru ekki edgy, þú veist, þau eru ekki eitthvað svona upptíkina hipp og cool, þau eru bara, þetta er mainstream menning, þau eru nakkarskingur og sólbæðstofur og það er, þú veist, ég myndi með að hafa meira á. Þá skil ég ekki hvernig þú getur verið svona bjartsýn, Helga. Já, nei, ég veit að þau eru öll eftir að fá húðkrabba minn, ég sverða, ég er alltaf að segja við þau, hætti að fara í ljós, þú veist, það er bara að gera. Það er eitthvað sem er með svona comeback. Það er bara comeback í ljósum og og ég fór eitthvað í gríni til þess að fara í brúnkusbrautuna því ég ætlaði að leika nemendur mína á ásatíðinni í skólanum. Fórstu í brúnkusbrautun, það er ekki að sjá. Nei, það er langt síðan. Ég fór í brúnkusbrautun og þegar ég kem inn og þá opna ég og það bara eitthvað, Ísabella, Emilía, hvað er þið að gera hér? Og það er bara nemendur mínir, bara við erum að vinna hérna. Það sjálfsögur þær að vinna í brúnkusbrautuna. Hvað er þú að gera hérna? Nei, skiljið, þú veist, en þau eru bara kafi í þessu, þú veist, þetta er bara estetíkin sem er í gangi, þú veist, þetta er bara allt öðru sem skóli en MH eða MR. Það er líka það. Þannig að þau eru bara á öðrum stað og meira svona svo vestló kannski. Já, ég veit ekki. Mín MR stelpa fyrir ljós, sko. En hérna, það er auðvitað ekki hægt að vera með þátt og frétta yfirleitt án þess að tala um Gaza. Og það er nú bara því miður. Þá er það bara svo. Þið eru væntanlega öll vel með á nótunum þar, þjóðmorðið, en þó bara einhvern veginn svona í blúsandi gangi einmitt, það er eitthvað neginn svona, þú veist, og það eru auðvitað engin orð og það er kannski yfirskriftin einmitt á mótmælunum á morgun, engin frekari orð eða engin fleiri orð, ég man ekki alveg hvað þau kalla það, en það verður þögulganga frá Hallgrímskirkju. Mér finnst að við erum að fara að nota fleiri og sterkari orð eins og bara helför og svoleiðis, af því þetta er bara ógeðslegt og eins og þetta með bara hvernig fólk er að koma í matarútlutanir og er bara útrýmt þegar það er að sækja sér að borða, bara eitthvað, þetta ég sé engan mun á þessu og dríði í sturtu og svo er það í alvöru gasklefi. Þetta er bara eins, en það er svona pínu ljós í myrkri er þetta Freedom Flotilla-skip, báturinn sem er að sigla til Gaza með Greta Thunberg innanborðs. Það er svo sjaldan sem að maður fær eitthvað svona gott og jákvætt gagnvart þessu og magnað, þú veist, hvað maður bara svona grípur það til þess að, þú veist, en þú veist, ég óttast að þið drepa hana, sko. Já, þar hafa nú bara svona gengið yfirlýsingar þess eðlis að Ísraelar ætli ekki að, þeir ætla ekki að vanda sig þegar að kemur að því að verja sína, hvað við að segja, sjóhelgi eða gagvart þessu frelsiskipi. En sennilega væri bara verra ef að sko Greta og félagar kæmist í land en allir
allt það palestínufólk sem myndi reyna að ná sér í, þú veist, vistir frá þeim slátrað. Já, svo er það einmitt. Það er alveg scenaríó. Og kannski eru þau bara tekin höndum og svo bara skila til Egyptalands eða eitthvað og það er ýmislegt í þessu af því að þetta yrði bara, sko, ef eitthvað kemur fyrir hana þá bara, og þetta er ítalskt skip, þú veist, bátur, og þetta er bara orðið bara major NATO-mál. Það eru margir frakkar borð. Já, þannig að þú veist að það er alveg, það skiptir máli, en svo veit maður ekki, þú veist, kannski myndi bara ekki gera neitt, en ég get einhvern veginn ekki ímynda mér að Svíþjóð bara myndi taka því létt. Já. Það er náttúrulega nýja NATO. Nei, ég meina ég skil gott við, en eftir allt sem var undangengið, ég er svolítið bara hættur að hafa trú á öllum þessum kerfum. Allt sem á að koma í veg fyrir að svona gerist er að bregðast. Já, ég veit. Og það er náttúrulega, ég hef bara ekki trú þessu. Ég meina, ég á, þú veist, tvo litla stráka skilur sem er 9 og 7 ára. Ég veit ekkert hvernig ég á að útskýra fyrir þeim að þetta sé látið viðgangast. Ég bara hef ekki hugmyndum. Ég hef einmitt engin orð til þess að skýra það, sko. Nei, menn þessi alþjóða lög eru bara eitthvað grín. Já, menn það bara kemur á daginn. Já, það bara kemur á daginn. Bara búið að affjúpast bara, já, gegnum þetta þjóðamorð. Já, Sameinuðu þjóðirnar eru bara risastórt útbólgið skrifræðisbatteri. Sem þjóna engum tilgangi. Bandaríkin beittu neitunarvaldi þar bara í gær. Já, við vorum bara að gera það í vikunni. Þú veist, ég myndi vaknaði daginn eftir ég sá þessa frétt og ég var bara svona, allt í einu, ég var eitthvað svona gett hress og svo sá ég þetta og ég bara, mér langaði ekki fram úr. En ég meina það eru auðvitað til leiðir líka til þess að fara fram hjá þessu neitunarvaldi. Það er hægt að virka hérna einhver grein og ég meina það er búið að vera að tala þetta í, þú veist, þetta er að verða 2 ár. Og þú veist, það er bara alltaf verið að tala og yfirlýsingar og stiga varlega til jarðar og ég skil þetta ekki. Ég skil ekki, hvar er hérna bara, þú veist, akkur er fólk ekki að missa það hérna? Já, svo er það líka annað vinkill, sko. Svo er það bara áfram í samskiptum og... Þú veist, hvaða tilgangi þjónar það að vera með, sko, friðsæl mótmæli gegn þjóðamorði? Þú veist... Algjörlega. Þú veist, maður bara spyr sig, þú veist, hvað þarf? Þurfum við bara að ræjóta? Eða, þú veist, eða þurfum við bara að fara, þú veist, bara að kveikja í hlutum eða... Bara kasta Molotov-kokteilum, já, þú veist. Það þurfa, þú veist, þeir sem eru á móti þessu bara, já, að taka upp einhvern annan díalóg, sko. Þú veist, það er ekki hlusta. Þú veist, það er hlusta svona á einhvern smáhátt, svona að þetta hendar okkur að hlusta, eða við viljum gefa okkur út fyrir að vera mannúðar eitthvað, þú veist, það er svona, þannig er hlustað, en það er ekkert hlustað á neitt fólk, þú veist, ég fylgist með, þú veist, þú finnir sko þegar maður er alltaf blótandi samfélagsmiðlum og núna er ég bara, ég þakka svo þakklátt fyrir samfélagsmiðla þegar annars myndi ég ekki vita raskat hvað er í gangi í hérna, bara, ég myndi ekki vita að það eru mótmæli út öll Bandaríkin, út af öllu mögulegu, bara alltaf. Það er bara verið að mótmæla hérna, þú veist, bara ástandinu í Palestínu, það er verið að þjóðamorðinu, þú veist, Vesturbakkar öllu því, það er líka verið að mótmæla Trump og öllu sem því tengist og bara ákvörðunum þar. Við bara fréttum ekki neitt og ég hef ekki frétt af öllum krakkonum í fyrra sem voru hérna, þegar þau hérna campusmótmælin. Þú veist, það er svo margt sem að samfélagsmiðlar eru að færa manni núna sem að hérna, að því það er líka, þú veist, og það er Svo veldur maður fyrir sér hvort að þetta sé líka vopn, sko. Maður er orðið svo dofinn fyrir bara einhverju svona, þú veist, líflausum barnakroppum og blóði að, hérna, þú veist, að maður er einhvern veginn, það er búið að færa einhver mörk innan í manni sjálfum, sko. Og þú veist, þannig að maður veldur fyrir sér hvort að það sé ákveðið vopn líka. Já, ég var hægt á Instagram í 3 mánuði bara í vetur og aðeins bara svona ekki og svo fór ég aftur tilbaka og þá fann ég bara hvernig ég náði greinilega að núllstilla og varð bara einhvern veginn, þú veist, og ég hugsaði og var alltaf að hugsa og ég er búin að vera að hugsa svo mikið undanfarið síðan ég byrja aftur, bara vá hvað ég var orðin dofin. En það er ekki bara þessi deyðu, það er líka bara svona einhvern veginn, þú veist, vonleysi og ég hef alveg fundið að mér skilur, þú veist, ég hef ekki verið mótiveraður til dæmis til að vera að mæta mótmælin hérna heima bara því ég hef bara verið svona, þú veist, mér har bara svolítið verið að fallast hendur og mér bara fundist ég bara, þú veist, vera meira peð heldur en nokkur sem ég fyrir. Margir í þeim sporum, sko. Já, bara svona, ég held að mjög margir upplifa bara rosalega djúpa sorg. Bara svona dofnir af sorg. Já, þetta er þetta bara svona kollektíft tráma bara yfir heimsbyggðina. Það eru þetta öll kerfi sem við trúðum einhvern veginn á og myndu einhvern veginn grípa okkur og væru svona hemillinn, þau bara virka ekki.
og það er svolítið svona, það blasir við eitthvað svona nýr veruleiki. En það er Og auðvitað... svo í ofanálag sko er síðan verið að þú veist, bara eins og hérna, þú veist þessar refsiaðgerðir sem að Trump er að beita á dómara Alþjóðadómstólsins, þú veist ekki bara eru stofnanirnar að bregðast, heldur er líka síðan aktíft verið að grafa undan þeim sko, þannig að þú veist þetta er einhvern veginn, já þetta er ekki fallegt. Ég líka bara, af hverju, ef þetta á að vera svona, til hvers eru við það í Sameinuðu þjóðunum með NATO eða nokkur sem eru verið að tala um eitthvað varnarsamstarf, þú veist, og mér finnst einhvern veginn eins og... Þetta er bara eitthvað djók. Þetta er bara eitthvað djók, þú veist, og hérna einhvern veginn allt svona... Það eru alvöru miljardar sem að fara í slík samstörf. Og sko, svona einhver svona stór, þú veist bara, þetta opinbera plattform sem fólk er að ræða, einhver svona diplomatísk tengsl, einhver svona stórir fundir og mér líður bara eins og þetta sé allt eitthvað leikrit. Og líka þú veist, þegar við erum að tala endalst að tala um þessi alþjóðalög, þú veist, jafnvel þótt allt þetta sé í gangi, þá er ennþá, þú veist, stjórnmálafólk að hamra á alþjóðalögum. Akkur rekið þá ekki bara þennan sendiherra Bandaríkjanna bara frá landi núna út af þessum refsiaðgerðum gagnvart Það er eiginlega... ICC. Og eins og að vera að múra upp í hliðið þannig að Sólvallagötu eða hvar sem hún býr. Ráður sendir á bústaðnum og ég hugsaði bara, fokkaður, flýttu bara þú veist, í einhvern sumarbústað upp á Hellisheiði eða eitthvað, þú veist. Já, þú getur bara aðlagast menningarhefðunum sem hér eru. Og líka, þú veist, ég var að keyra Suðurlandsbrautina og einhvern veginn, þú veist, og sá svona sendiráð fjarska, ég bara, hvaða djöfis rugl er þetta? Ef að það þarf svona miklu öryggisgæslu, bara ættir þú kannski ekkert að vera hérna. Já, þetta er áhugavert. Það eru, utanríkisráðherra kynnti, svona aðgerðir að koma heim dvalarleyfishöfum. Ég veit að þú hefur fylgst með því, Steinunn, það hef ég gert líka, nokkuð spennt. Það eru fullt af fjölskyldum hér sem er að bíða eftir fólkinu sínu, alveg sem var. Þú búið að kynna þetta núna? Hún kom fram í fjölmiðlum, hvenær það var bara helgin ábygglega. Já, bara þegar hérna fólki kom. Já, það komu þrír einstaklingar sem hefðu komist yfir landamæri sjálf, þetta voru 3 börn. Og það var... Komist þú sjálf? Fyrir 10 mánuðum? Fyrir 10 mánuðum. Þegar Rafa var ennþá ótt? Já. Og voru búin að vera föst í Egyptalandi. Mamma þeirra tók vel á móti þeim hér og ég veit að það er bara mikil hamingja á því heimili. En það eru þetta fólk sem er ekki jafn heppið, ef maður getur notað það orðið þessu samhengi. Það er fullt af börnum með íslenskt dvalarleyfi ennþá inn á Gaza á mjög hættulegum sprengisvæðum. Og sko, maður upplifir eitthvað svona svolítið vonleysi gagnvart þessu. Ég veit að sko, þú veist, það var farið í einhverjar aðgerðir hérna fyrir árið síðan. Núna hafa svona orð stjórnmálafólks verið látið duga fyrir því að það sé unnið að því að þetta sé að gerast. En hver er svona eitthvað tilfinning gagnvart þessu? Er þetta að fara að gerast? Eru þau að fara að ná fólki? Hvort þau verði sótt, sem sagt. Kemst einhver inn á Gaza? Kemst einhver út á Gaza? Já, hellinga fólki fyrir út á Gaza. Er það núna? Já, bara Þýskaland, Belgía, Holland, ég er enda að veita Frakkland og svoleiðis komast Brasilía er að taka fólk með fjölskyldusameiningu út af Já, Gaza. ok, eru þeir að segja fólk? Alveg á fleiri sko. Já, ok. Og íslensk stjórnvöld eru aðsögn þarna úti að vinna í þessu. Þetta er ekki svona harðlæst eins og þetta var hann á tímabili í vetur. Nei, núna er það bara gegnum ísraelsku landamærin. Já, skil. Og þess vegna mögulega vilja halda samstarfi við Ísrael. Já, þess vegna kannski halda þau í þetta stjórnmálasamstarf. Já, en það skiptir það ekki máli sem við erum búin að ákveða. Þetta er eitthvað sem hún Dagbjört hefði getað sagt okkur ef hún var ekki föst í málþófi. En það er flottir sem er rapid, þú veist, og það er eitthvað svona sem við getum gert og ég upplifa það bara sem einhvern veginn svona ekkert persónulega en sigur náttúrulega annað fólk sem hefur unnið miklu meira í þessu en ég, en svona já, ég sem hluta af fólkinu og svona minna vonleysi, þetta með rapid og hérna að HSI hætti með rapid. Já, en svo gerir Ríkiskaup. Já, það sem er feitan díl. Það er út af því að Ríkiskaup er ekki með Instagram. Þannig að það er ekki hægt að spamma þau. Er þau með Instagram? Já, ég heldur að ég sé ekki búin að taka þau. Þau eru bara búin að blokka þig. Já, við erum svona búin að fara yfir þetta helsta held ég sem að var í fréttum. Það er auðvitað margt annað, það er tekist á Evrópusambandið og Dagbjört Hákonardóttir, hún er föst í þinginu að ræða þessa bókun, hvað var það, bókun 35 eða 85? 85. Já, sem er þessi EES-bókun, hafið ykkur skoðun að þessu?
Atli, hann var með frábæra Nei, ég verður bara að játa að ég er ekki vel heima í þessu máli. Hvað þetta, segðu okkur? Á ég að segja ykkur það. Þetta er sem sagt bara breytingur á lögum sem að auðvelda sem sagt EES-regluverkinu eða laga það svona að íslensku regluverki. Þetta er svona svo að kallist ekki á. Þetta er eitthvað sem að hefur verið skuldbinding okkar síðan við gengum í EES. En einhvern veginn hefur skort eitthvað, ég veit ekki, ég kann ekki einu svona útskýra þetta, ég nenni ekki eiginlega að útskýra þetta, en hérna þið afsakið það. En það er hægt að lesa þetta á stjórnarráðssíðunni. Ég var svo dánægð með vefinn, það var vera svolítið skýr og góður. Upplýsingar bókum 35, þar er bara hægt að glöggva sig á þessu skemmtiefni. Ég held bara að Íslands stjórnvöld þurfi bara að gera miklu meira fyrir Palestínu, heldur en þau eru búin að gera. Og þau geta, þau eru búin að endalaust vera að setja sér hömlurnar sínar það önnur ríki er ekki til í X og X samstarf X og X og þau vilja vera í samflötu við einhver önnur ríki, en hvað geta þau gert hérna á Íslandi? Það er gert hérna heima? Já, fyrir bara það palestínska samfélag sem er hérna. Til dæmis eins og varandi fjölskyldusameiningar. Áfallahjálp? Já, og bara fólk sem er að sækja hérna hæli, sem er sendt eitthvert til Evrópu út af held stiflin. Það er alls konar sem að Íslands stjórnvöld geta gert hér og nú í engu samstarfi við neinn annan og ekki einu svona að ögra Bandaríkjunum. Við berum ákveðna skyldur gagnvart Palestínu, hafandi við viðurkennt Palestínu sem ríki 2011, þannig að við ábyrgð okkar er mikil í þessu máli og sérstaklega þegar verður þegar eftir leikurinn, eftir að þessu vonandi líkur einhvern daginn, þá verða réttarhöld og fólk verður dregið til ábyrgðar og Ísland er að mínum að baka sér bara svona svolítið feita skaðbóta skyldu í aðgerðarleysi. Já, það er náttúrulega bara að halda áfram á sömu braut eins og þegar gyðingunum var vísað hérna burt alveg í tugatali. Það er bara að halda áfram á sömu braut. Bara við þurfum ekki að segja já. Þannig að þá segum við nei. Og þannig er náttúrulega Dublin, það þarf ekki að fara eftir henni. Nei, Dublin er náttúrulega bara valkvæð. Og það er rauninni svona Schengen svona neyðarúrræði, Það er svona, ef það er fullt í þínum úrræðum, þá getur þú vísað á, komuland. Já, og þú veist, og það er fólk sem ég hef kynnst hér frá Palestínu sem er búið að vísa úr landi í dag og einhvern veginn, og bara leið vel hér og fannst það öruggt og átti vini og átti fjölskyldu hérna, bara ekki nánustu fjölskyldu. Það voru kannski systkinabörn og ég meina við sem þekkjum Palestínu fólk vitum að systkinabörn það er bara, þú veist þetta, og hvað fjölskyldur eru nánar, miklu meira en við erum eða svona oft allavega og þannig að þú veist þau voru einhvern veginn í krúinu sínu og svo bara út til Grikklands með þig. Já, þú veist hversu mikil svona einhvern veginn ílska, þú veist, er falin í því að vísa fólki sem að tilheyri þjóð sem eru fram í að þjóðmorð á, vísaði burtu bara eitthvert annað þar sem það getur hangið á einhverjum biðlistum einhver staðar annar staðar. Kom í veg fyrir að fá fjölskyldusameiningu út af einhverjum nýlegum lögum að það að bíða í 2 ár. Þetta fólk getur ekki beðið í 2 ár varðandi fjölskyldusameiningu þegar það er, þú veist, þjóðarmorð í gangi. Og fyrir utan bara svona þessi virðing, bara gagnvart þessu, bara þetta var þetta sammannlega, þú veist, bara svona virðing gagnvart bara náunganum að þau eru, það er svo, bara, þú veist, það er alveg nógu mikið álag að vera á flótta. En bara líka að vera á flótta meðan þú bara vonar að mamma eins var í símanum næsta dag þegar þú hringir og ég meina þau eru öll bara með vini og vandamenn bara á FaceTime, skiljið, þú veist, þetta er ekkert eðlilegt álag sem þau eru undir. Þannig að En það er alltaf talað að þetta sé að menningin sé svo ólík og nú erum við með bara 3 menningar að vita. Að hvað leyti geta þessar menningar ekki talað saman, palestínsk og íslensk? Ekki að neinu leyti, þú veist, það bara getur talað. Þetta er bara venjulegt fólk eins og við. Og það eina sem að, þú veist, það er svona munur sem að maður finnur oft er að manni finnst þau kannski vera aðeins meira sveit eða svona gamaldags og það er bara út af því að þau eru frá stríðshrjáðu landi og þau hafa ekkert eitthvað svona, það er svo mikið forréttindi í að vera vestræn, við erum bara eitthvað,
ætli ég sé vegan, ég tvíkynhneigð, skilurðu? Og hérna, á meðan þau eru bara eitthvað, þú veist, ég vil gefa börnunum mínum að borða, þannig að, og trúin hefur miklu meiri merkingu fyrir þau, af því að, þú veist, hún er haldreipið þeirra. En húmor líka, mér finnst þau bara með ógeðslega góðan húmor. Þeir eru með ógeðslega góðan húmor og þeir eru rosalega gestrisinn og það er einhvern veginn allir með og þeim er alveg skítsama hvort að við erum, hérna, samkynhneigð eða trúið eða hvað sem er. Þeim er bara alveg sama, þú veist, að mann er bara mætt með brosi. Þannig að, þú veist, við bara, ef eitthvað þá getum við lært að þeim. Til dæmis gestrisni sem Íslendingar eru búin að tapa í gegnum túrisma. Já, heyrðu, og það er gaman að segja frá því að það er mikið talað gestrisni í Hávamálum sem ættu nú að vera svona okkar, Já, akkurat. Já, hérna, Akkurat, já. Okkar svona áttaviti í íslenskri menningu og hefðum. Nei, við viljum bara vera með, þú veist, stafina úr því, þú veist, tattuverað á okkur. Það er gott að enda þetta bara á svona góðu flessi eins og venjulega einhvern veginn, það er föstudagur sannarlega og hérna ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma Helga, Steinunn og Atli, þið eru búin að vera alveg frábær og við segjum bara við Dagbjörtu Hákonardóttur sem að situr föst í þinginu, gangiði vel og hérna vonandi kemstu heim fyrir málþófi. Það var dásamlegt að hafa ykkur og ég þakka ykkur öllum sem á hlýddið og ég bara góða helgi, verið sæl.